Sanna Magdalena Mörtsdóttir, Einar Þórsson, gaman að fá okkur. Sömuleiðis, takk fyrir að koma. Og boðið. ég þarf að byrja á því að segja ykkur það að það eitthvað sem verður borgarstjóri. Við gefum okkur annað hvort ekki að verða það, þeir eru allavega að keppna það, þeir fáið vegleg velun. Það er San Pellegrino, kassi af því, skrifstofur í borgarstjóra skrifstofuna, það er hérna frá A4. Og svo fyrir heimilið og sumarbústaðinn, þá getið þið farið í og fengið vöruúttekt hjá Jysk og síðan notið auka krónu TM til að gefa borgurum þessa lands. Er ekki ágætis innleiðing á hvað ég á góða samstagssaga? Jú, vel gert. En þetta er hérna dálítið merkild moment sem við erum á núna því að fyrir bara 10 mínútur síðan vorum við að hlusta á blaðamannafund, það sem var verið að kynna það að 29. ágúst ætlum við að leyfa þjóðina kjósum hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum við ESB. Einar, ég ætla bara að byrja þér þannig. Hvað segir þú? Sko, ég horfi á þetta bara svona sem ekki maður sem er í stjórnmálum, heldur meira svona bara hvað snúast næstu mánuðir eða eiga þeir að snúast. Við erum að fara í sveitarstjórnarkosningar. Og mér finnst þetta ekki góð tímasetning hjá ríkisstjórninni og ég spyr mig af hverju eru þau að setja þetta á dagskrá núna 2 mánuðum fyrir kosningar og láta síðan sumarið fara í það að þessast næstu mánuði sem eiga snúast nærþjónustu við íbúa, þetta mikilvæga sveitarstjórnar stig sem er í grunninn í stjórnarskrá jafnsett þinginu, hefur sjálfræði alls konar mál og við er hápólitískt mál að fara ganga til sveitarstjórnarkosninga. Af hverju ætla ríkisstjórnin núna að láta umræðin í landinu snúast Evrópumál? En hvernig heldur þetta eftir að hafa áhrif á sveitarstjórnarkosninga? Heldur þetta blandist inn í umræðina eða bara að hún verði númer 2? Ég held bara að ég svona, að því að við vorum að heyra þetta bara, ég er svona að velta fyrir mér hvort að því að nú er ríkisstjórnin orðin óvinsælli hjá fleirum heldur en vinsæl. Efnahagsástandið er ekki að lagast, sleggjan er ekki að virka og við sjáum bara greiningar á því að ástæða verðbólgunnar og þar af leiðandi háu vaxtastigi er heimatilbúinn vandi hjá ríkisstjórninni, opinber þjónusta, opinber útgjöld, fjárlögin síðustu, er að valda þessari stöðu í efnahagsmálum og það er að reytast af ríkisstjórninni í fjaðrirnar. Finnst þér eins og hún sé að fela stóru málin eða vandamálin? Ég bara velti því upp hvort að þetta sé leiðin þeirra til þess að bjarga flokkonum frá hruni í sveitarstjórnarkosningum núna, að láta einhvern veginn bara skiptum vígvöll, þar að segja hvernig gengur heimilunum í landinu, hvernig gengur fjölskyldunum að ná endum saman og borga á lánunum sínum og fá þessa þjónustu og hvernig gengur sveitarfélögunum að reka sig í erfiðu efnahagsumhverfi og láta bara fólkið tala Evrópumál og það hvort við að halda áfram viðræðum eða ekki, þetta er náttúrulega nýjar viðræður og þetta verður þrætueplið. Mér finnst þetta eiginlega dálítil vanvirðing við sveitarstjórnarfólk allt land. Hvað segir þú, Sanna? Já, mér finnst þetta oft mjög sundrandi umræða og þetta fer oft svona í frekar hart þessi umræða og ég persónulega er á móti inngöngu mörgum ástæðum og ég meina við sjáum hvernig þetta samband hefur verið að haga sér bara á sviði stríðsmála og einhvern veginn allt fjármagnið sem fer í rauninni stuðningur við stríð. Þannig mér finnst þetta vera meira en einhver spurning efnahagsleg mál og hvernig það getur haft áhrif á fólk að vera í þessu bandalagi eða ekki. Heldur bara hvað við tilbúin til þess að kvitta upp á varðandi bara stöðuna í dag. Ég meina á ekki Ísland að vera röddu friðar og tala fyrir því að við séum ekki að nota fjármagn og gríðarlegar upphæðir í stríðsrekstur. En hvernig heldur til dæmis bara að nú eru kosningar eftir 2,5 mánuð og þetta eru mjög stórar mikilvæga kosningar fyrir alla flokka og mikið af nýju fólki sem eru að koma inn, mikil endurnýjun. Hvernig heldur þetta eftir að hafa áhrif bara á þá umræðu þegar við erum að ræða leikskólamál og borgarlínu og heilbrigðismál og skólamál og hvaðina. Hvernig á þetta að litast? Heldur að flokkar sem eru hlynntir Evrópusambandinu eigi eftir að nota þetta sem einhverja svona lausn á málum eða hvað? Mér finnst þetta sérstök tímasetning að því að núna kemur tíminn sem maður er að fara að nota með til þess að ræða þessa nærþjónustu og hvað flokkarnir ætla að gera í
sveitarstjórnum, þannig að ég hefði gjarnan vilja einhvern veginn að fókusinn yrði bara settur á það, við myndum taka almennilega og alvöru umræðu einmitt húsnæðismál, leikskólamál, grunnskólamál og bara hvernig við berum ábyrgð á okkar nærþjónustu, hvernig við getum veitt sem bestu þjónustu, þannig að þú veist það er mjög svona kannski leiðilegt ef að umræðan fyrir þetta og ég sé ekki svona við fyrstu sýn að flokkarnir sé endilega að gera sér einhvern greiða með því að setja þetta á dagskrá akkurat núna, þá eftir að spilast úr því og sjá hvernig það fer. En mér finnst líka að við megum ekki varpa ábyrgðinni sko frá ríkisstjórn og frá efnahagsstjórn hér innanlands að því það er svo margt sem við getum gert miklu betur og ég bara sem þessi félagshyggju manneskja sem ég er alltaf að skoða stærri myndina og hugsa í þessu þjóðfélagi að þá er mjög ríkt fólk sem að greiðir ekki til jafns við launafólk og foreldra í fæðingarorlofi til nærsamfélagsins. Þannig að við megum ekki taka fókusin að því hvað við getum gert betur hér heima í hagstjórn íslenskri. Að skattleggja fjármagnstekjuskatt eða fólk sem er með há laun í fjármagnstekjum og vilt fá nýjan skatt á það fólk. Í rauninni ekki nýjan heldur að sé jafnræði þannig að við vitum í dag að það er útsvar lagt á launatekjur. Það er jafnvel útsvar lagt á tekjur þeirra sem eru sko öryrkjar og eins og ég nefndi áðan sko í fæðingarorlofi og þannig það er bara eðlilegt að þau sem að hafi tekjur sínar eingöngu af fjármagnstekjum eða mestu leyti mér finnst bara mjög eðlilegt þessi sama skattprósent á þau og launafólk og er ég alls ekki að tala sko bara fólk, venjulegt fólk, millitekjufólk sem á hús og einhverja milljónir inn á bankabók heldur þessi svona alveg tekjuhæsti hópurinn í samfélaginu. Sem hefur þessar tekjur nánast eingöngu. Sem ætti að greiða til nærsamfélagsins og sem að hefur ekki verið að gera það en samt að nýta þessa nærþjónustu. Auðvitað getum við ekki ákveðið þetta í Reykjavíkurborg en það er bara mjög eðlilegt að við setjum fram kröfu á ríkið að lagfæra þetta og það sé eitthvað svona frítekjumark sem inn í þessu. Hvað segir þú hana? Já, það sem að mér finnst kannski bara svona aðalega ef ég tekur hann Evrópubolta því að svo fyrir við vantarlega í sveitarstjórnarmálin hérna á eftir sko, Kristrún Frostadóttir, ég held að mér finnst einhvern veginn allir byrja búin að gleyma því að hún fór í kosningar og sagði Evrópumálin er ekki á dagskrá og til þess að það sé hægt að setja þau á dagskrá í næstu ríkisstjórn þá þarf að vera efnahagslegu stöðuleiki í 2-3 ár hann er ekki fyrir hendi og ekki fyrir sjáanlegt að það náist efnahagslegu stöðuleiki á næstunni hún sagði 60-70% þjóðurinnar þarf að vera fylgjandi því að við förum í Evrópuleiðangur. Launþegasamtökin og húsatvinnulífsins þurfa að vera fylgjandi því bæði. Og þannig að þú veist, það sá allir í aðdraganda síðustu kosninga að Kristrún ætlaði að segja, hún sagði, þú veist, við ætlum ekki að leggja áherslu á átakamál. Og hún var skömmuð innan hjá sumum í samfylkingunni fyrir að leggja einhvern veginn af þessi baráttumál, nýja stjórnarskrá og Evrópusambandið og hún tók samfylkingunni og gerði hana vinsæla. Út á þetta, að vera svona sameinandi, við skulum ekki vera að rífast eitthvað sem skiptir ekki máli, náum frekar tökum bara á málunum hérna heima. En ef við erum sanngjöld, þá er þetta í stjórnarsáttmála að reynda að gera þetta aðeins síðar. Já, en vandinn er bara þessi og líka það að hún svíkur sína kjósendur sem að komu þúsundum saman til hennar og studda hana og hún gerir það aðeins að blikka, hún heldur blaðamannafund hérna á meðan við erum að tala, við sáum rétt í rínuna á honum og hérna segir já, þetta er bara það sem við ætlum að gera og þetta er þvert á móti því sem hún sagðist ætla að gera mögulega. Ekkert af skilyrðunum eru fyrir hendi en segjum að fólk segir nei bara í ágúst þá er þetta mál farið út á borðinu þarf ekki stundum að hreinsa þessar pípur þurfum ekki bara að klára og fá að taka afstöðuna þá viljum við fara í leiðangurinn eða ekki sko ef þetta er vilja þjóðarinnar að vilja kjósum þetta þá finnst mér það bara eðlilegt að það sé hlustað á það en maður spyr sig er þetta vilji þjóðarinnar, liggur það skýrst fyrir? Ég held ekki og líka bara ég vona þá allavega að við fáum mjög upplýsta umræðu kosti og galla og að það verði svona fræðandi umræða, þetta verði sett fram á réttum forsendum að við fáum svona ekki gera það svona mikla vonir en við hljótum samt að sjá málin er að fara að snúast sveitarstjórnarmál, nærþjónustu það sem að brennur helst á fólki, það sem að við ræðum hérna við
morgunverðarborðið á hverjum einasta degi, heimaþjónusta, hjúgrun við gamalt fólk og leikskólana, samgöngurnar, rekstur þessar sveitafélag, getum við fjárfest í íþróttamannvirkjum, hvað skiptir börnin okkar máli, hvaða tækifæri erum við að veita þeim í sveitafélagunum þar sem þau búa. Þetta snýst 90% af því sem að fólk er að tala á hverjum einasta degi. Með fullri virðingu fyrir þinginu sko. Þetta bara það sem að fólk brennur fyrir og mér finnst það dónaskapur af ríkisstjórninni að ætla að einhvern veginn valta yfir þessa umræðu með Evrópu umræðu núna fram að kosningum og svo þegar fólk fer í sumafrí og þá á þessi umræða Evrópu umræða eiga sér stað. Ég meina að við erum að tala fullveldið þjóðarinnar að hvort við að gangi Evrópusambandið eða ekki og mér finnst þetta bara alveg fáránlega ákvörðun. Ég ætla bara að vera aldrei neykslaður Ok, förum bara í þessa nærþjónustu, en það staðreynd að þið eru bæði búin að vera þú bæði borgarstjóri og í meiri hluta, þú núna í meiri hluta, þannig að þið berið töluverða ábyrgð á því að það bara veruleg óánægja meðal borgarana og í svo ofboðslega mörgum málum og svo erum við að heyra frá öðrum sveitafélögum eins og það að leikskólakennarar senda bæjarstjórnum í Kópavogi bréf og eru þakkláti fyrir þeirra leið og annað og þeirra lausnir og menn hljóta að hafa áhyggjur að því vill fólk bara fara að flytja í annað sveitafélag. Stemningin einhvern veginn gagnvart því að búa og lifa í Reykjavík orðin þannig að hún svo súr og þá bara eins og með leikskólamálin. Þú búin að vera í þessum málaflokki lengi og þið að koma lausnir sem að ekkert allir eru sammála Af hverju þetta allt svona flókið og af hverju setið allt í svona hugmyndafræðilegan ágreining þegar mögulega lausnirnar liggja fyrir? Mögulega með fyrirtækja leikskólu, einkareknu leikskólu, með einhverju slíku. Ef við förum bara í leikskólamálunum. Ég myndi segja að við séum einmitt ekki að setja hlutina í hugmyndafræðilegan ágreining af því að núna ég einn borgarfulltrúinn í þessu samstarfi, samstarfsflokkana og ég þeirra skoðunar að leikskólar ætti að vera gjaldfrjálsir. Það svona framtíðarsýnin að við séum ekki að rukka barnafjölskyldur fyrir sjálfsagða þjónustu. En það ekki bara einhver útópía með við ástandið? Eins og ég segi, það framtíðarsýnin. En svo maður í þessum veruleika. Þar sem að maður ber ábyrgð á því að láta hlutina ganga upp. Og núverandi kerfi eins og það var funktirandi var ekki að ganga upp og þá þarf að taka ákvörðun hvernig náum við að laga ástandið af því það fór ekki fram hjá neinum að það voru 63 leikskólastjórar sem sendi mitt bréf á borgina og bara hingað og ekki lengra. Þú veist, við getum ekki unnið undir þessu álagi. Og þá hefur til dæmis verið talað að því að búið að stytta vinnuvikuna og það auðvitað við erum með starfsfólk frá Eflingu, við erum með leikskólakennara, það búið að stytta vinnuvikuna hjá starfsfólki en ekki kannski hjá öllum foreldrum sem að treysta á leikskólaþjónustuna. Og þannig að þá kemur kannski spurningin, ekki bara hægt að ráða fleiri, en þá hefur verið erfitt í gegnum tíðina að manna inn á leikskóla og þetta aldrei svona kannski en þetta blasti við styttingu vinnuvikuna, þá blasti þetta allt við þetta allt í einhverju viðbröði eftir og það það sem manni kannski finnst léleg stýring og þetta hefur örugglega blasað við þér á þeim tíma, þú varst allar að hætta með dagmaður en tókst þar aftur borð, þú veist Ég hef aldrei ætlað að hætta með eða að draga úr alls ekki dagmaður á þjónustunni við það ekki Þetta móti, ég fór í átakið endurreisum dagforeldrakjörum En það var allavega búið að draga úr því Já, það var fyrir meirihluti og þetta bara því þetta hugmyndafræðilega samhengi og fyrir meirihluti á síðasta kjörtímabili talaði þetta aldrei á þá leið að leikskólarnir væru þar sem að faglega starfið fer fram sem alveg hárrétt og þróunin væri stefnan og markmiðið ætti að vera það að reyna bara að koma öllum börnum 12 mánaða inn á leikskóla og þá væri dagforeldrakerfið óþarft og þegar ég fór að tala við dagforeldra þá lýstu þau bara alveg gríðarlegu vantrausti gagnvart borginni, þau sögðu við mig borginni er búin að segja við okkur árum saman að við séum óþörf þess vegna hefur verið flótt úr þessari stétt en við áttuðum okkur alveg því fyrir síðustu kosningar að við gætum ekki verið að lofa 12 mánaða börnum inn á leikskólana vegna þess að við höfum engar upplýsingur það að þetta ekki myndi í ganga og ég var búin að vera fjölmiðlamaður eins og þú að taka viðtöl við Skúla Helgason og Dag B. Eggertsson og fleiri sem var alltaf að lofa þessu og aldrei stóðst neitt kosningar eftir kosningar þannig að við sögum 18 mánaða börn við ætlum að tryggja þeim
og okkur þótti það bara raunhæft. Það raunhæft og hefur tekist á þessu kjörtímabili og við erum vonandi að ná að fara aðeins neðar líka núna samhliða svona meiri uppbyggingu. Nema hvað, að það sem við gerðum og ég gerði þegar ég var formaður borgarráðs þá segi þeir sem ekki eru orðnir sem eru orðnir 18 mánaða en ekki komnir inn á leikskóla, þau eru búin að bíða svo lengi eftir plássi og eru hjá dagforeldurum, við viljum jafna leikinn þar, þannig að við hækkuðum niðurgreiðsluna til foreldra sem eru með börn hjá dagforeldurum, þannig að þau borguðu jafn mikið og eins og þau væru á leikskóla. Þannig að átti ekki að kosta þau meira að bíða. Þannig að það munaði 20.000 í heimilisbókhaldinu á mánuði hjá mörgum fjölskyldum. En gott og vel, varðandi leikskólamálin, leið og ég varð borgarstjóri, þá setti ég í gang vinnu sem var svona embættismannavinna með erindisbréfirindar og opinber vinna. Það sem við vildum skoða leiðir sem að sveitarfélögin í kringum okkur hafa verið að fara varðandi mönnun og skráningu á dvalartíma barna. Og hvaða áhrif þetta hefði, Kópavogur hafði farið sína leið, Hafnarfjörður og fleiri sveitarfélög og Framsókn var reyndar ráðandi í þessari Kópavogsleið í Kópavogi. Öflugu bæjarfulltrúi þar leikskólastjóri. Þau hönnuðu þetta kerfi og það mætti gagnrýni og við vildum svona aðeins sjá hvernig þetta myndi ganga. Síðan fer þannig að sko okkar eða mín og okkar í Framsóknar áhersla var bara við verðum að bregðast við ákalli kennarana að starfsaðstæður séu ekki nægilega góðar. Við þurfum að reyna að fá foreldra til að skrá réttan dvalartíma. Þetta tókst ekki. Býtu, tillögurnar kom ekki fram, við náðum ekki að klára þær áður en að meirihlutin sprakk. Nýr meirihluti tekur við verkefninu og heldur áfram, stofnar pólitískan stýrihóp og málið fer í dálítið pólitískan farveg. Úr koma tillögur sem að voru þess eðlis fyrri tillögurnar að það átti í grunninn ekki að veita neina afslætti til neinna annara heldur en þeirra sem voru kannski á fjárhagsaðstoð. Það var eiginlega enginn sem fekk afslætti. Ólíkt öðrum sveitarfélögum það sem svona bara meðaltekju fjölskyldur voru að fá afslætti ef það þyrftu að vera með lengri dvalartíma. Þannig að við mótmæltum því en við höfum verið sammála vegferðinni að reyna að koma betri skikk á þetta kerfi. Sko, þið hljótið að vera samanlega. Vegna þess að því að það hefur verið í vesinni í ansi mörg ár og í rauninni hefur þetta verið kosningaumræðu í áratugi. En það sem ég kannski velta fyrir mér þessar skýrar lausnir og eflaust þetta tilfærsla á gjöldum og ýmsar ástæður en fólk vill fljótvirkari lausnir. Þetta virkar svo flókið og þegar kemur lausnum fyrirtækja leikskóla eða eitthvað slíkt, af hverju ekki allt bara gripið með þakklæti og sagt bara, jú, við erum með ykkur, við gerum þetta og hjálpumst að. Þetta tókum við núna ákvörðun með Reykjavíkurleiðinni og við tókum ákvörðun og erum þá að fylgjast með hvernig þetta mun ganga því að við erum auðvitað að segja bara ef það eitthvað ef foreldrar geta stytt vistunartíman aðeins, ef það einhverjir sem geta að það munar að strax miklu, en við vitum auðvitað að barnafjölskyldur eru mjög oft í bara viðkvæmri stöðu, þannig að það ekki verið að skerða opnunatíma leikskóluna, það alveg, hann opinn jafn lengi og alltaf, en auðvitað bara þarf að taka ákvörðun og En fjölþættari rekstrarform. Með eins og stór fyrirtækja leikskóla, þá spyr maður sig bara hvaðan á starfsfólki að koma, því að þó að borgin myndi ákveða kannski að semja við eitthvað svona stór fyrirtæki, hvaðan á þá starfsfólki að koma? Hvaðan fólkið að koma til dæmis sem að manna leikskóli í Kópavogi, það að koma til dæmis úr Reykjavík, að því að skólarnir eru veikið þar, þannig að þetta snýstu samkeppnishæfni, þá verður bara borgin að bæta sig. En þetta er fyrsta spurningin, bara hvaðan í þessum svona skorti sem á leikskólakennurum, hvaðan á þá starfsfólki að koma og svo líka bara vakna alls konar spurningar, hvernig ætlum við að mæta því eða við erum með svona stórfyrirtækja leikskóla, foreldri vinnur þarna og hætti síðan starfinu, hvað verður þá vistun barnsins? En þetta ekki bara samningsmál? Þetta ekki bara eitthvað sem þarf að passa upp á? Það alltaf skrifast niður í eitthvað svona samning, en þetta eru bara spurningar sem er eðlilegt að við ræðum samhliða þessu og líka þriðji punkturinn, hvað viljum við ekki setja fjármagn í að byggja upp góða og öfluga leikskóla Reykjavík? Við höfum alltaf viljað það. Hvað gerist ef það kannski alveg myndi fara á hausin?
Ég held að Einar hafi talað aldrei lengi á það. Já, Þannig hann mig gerði langar það. líka að Hann taka gerði Einar það. svona Ég lengi. skal Og hann fann að rósa bæjarfulltrúm í Kópavogi og ég veit ekki Voru komin í hvað. annað sveitafélag, Já, ég ætla já. alltaf verið Reykjavíkurborg. Sko, að því ef eitthvað gerist kannski fyrir fyrirtæki, þannig það allt í einu ekki stöndugt að viðhalda rekstri leikskóla, hvað gerum við Ég þá? meina, hvað Bara alls gerist konar þegar að spurningar. mikla leikskóli Já, í einmitt. Reykjavík? Það sem ég er að velta fyrir mér það alls konar Alls konar. fyrirvarar. Alls konar. En ef við ætlum alltaf einhvern veginn að vinna með það að það getur Já. allt gerst, allt það versta, sko, verður við þá ekki alltaf bara föst í sömu Mér sama finnst bara farinu? ábyrgt að velta upp þessum spurningum þegar við erum að ræða þetta en ekki bara við viljum fyrirtæki leikskóla, það er lausnin, þeir eru vond að vera á móti. Þú veist, ég er að segja hér, bara tölum um þetta. Þú veist, þetta eru ágallanir sem ég sé, getum við rætt þá og mér finnst líka bara, þú veist, eins og kannski hvað, þú veist, viljum við sjá að fyrirtæki sem að hafa ekki leikskóla þjónustu sem sína megin starfsemi, er eðlilegt að þau sé að reka svona leikskóla? Ég meina, hvernig verður börnum hleypt inn úr, sem sagt, þú veist, verður hleypt inn þannig að börn foreldra sem vinni ekki þarna komist líka inn, eða verður þetta bara fyrir Og foreldrana? það Þú veist, hvaða áhrif það er kannski- alls konar það er bara mál. alls konar sem ég er bara sjálfsagt að ræða og kannski ekki slá þessu upp sem bara eitthvað þarna var laust í slóan út af borðinu að því ég sé sko, þetta er ekki endilega ímynd þess að versta, heldur hugsa bara er við mögulega að skapa fleiri vandamál inn í framtíðina sem við munum þurfa að leysa, sem við erum ekki með svörum við í Er staðinn fyrir þetta að byggja svona upp góða og reddingapólitík öfluga að leikskóla? fá bara fyrirtæki til að redda sér að því maður gæti ekki gert þetta almennilega sjálfur? Stjórnmál snúast hugmyndir og við berum þá ábyrgð að mæta þörfum íbúa. Það er búið að lofa íbúum endalaust og einhverjum lausnum það að þið opinbera kerfi muni leysa þetta. Það er bara gengið illa og mörg áföll, miklaði leikskólar og alls konar starfsmann óanægja, óstöðugt kerfi. Gott og vel. Ég leit á það sem mitt hlutverk þegar ég talaði breytingar fyrir síðustu kosningar að setja nýjar hugmyndir á borðið og og ég fór á viðskiptaþing og spurði atvinnulífið þeir eru það kvarti við því að fá starfsmennir komist ekki eftir til vinnu og skamma borgina fyrir það að útvega ekki leikskólapláss og ég segi komið í samvinnu við okkur sjáum hvort að við getum átt viðræður og svara þessum spurningum sem að Sanna var að tala um áðan hvað gerist ef að vinnuveitandi segir upp starfsmanni sem er með barn á leikskóla og eitthvað svona. Við fórum bara í þessa vinnu og það var búið að svara öllum þessum spurningum. Við vorum komið upplegg að vinnustaðarleikskóla að því að þetta getur bæði verið opinberar stofnanir í Landspítalinn til dæmis eða einhver stór fyrirtæki eða smærri fyrirtæki tekið sér saman til dæmis rekstur leikskóla eða daggæsluúrræðis. Og þá var uppleggið þetta, akkurat vegna þess að við viljum ekki búa til eitthvað svona ójöfnuð í samfélaginu, en við viljum fjölga plássum, að fyrirtæki leggur til húsnæði, ræður til sín fagfólk í leikskóla þjónustu, þar að segja leikskólakennara sem að geta stjórna svona operasjón og semja það að þau fá kannski helming plássana, það var svona uppleggið, 50%, borgin fengi hins vegar 50%. Þannig að börnin úr hverfinu fengi að fara inn í þennan leikskóla líka og þannig væri verið að tryggja það að og svo bara náttúrulega eðlilegt að borga sér rétt fjármagn, sama fjármagn með þessu hverju barni að það býr í Reykjavík inn í þennan leikskóla. En er þá ekki borgin ég vil að sleppa af þessari ábyrgð sem að Nei, alls ekki, um? vegna þess að segjum að foreldri væri sagt upp eða bara vildi hætta, barnið myndi halda plássinu sínu vegna þess að í bókhaldinu færi það bara yfir í Reykjavíkur barnahópin og svo er þetta jafnað út með hægt og rólega og eftirlit og allt með þessari starfsemi væri bara eins og með borgarreknum leikskólum eða sjálfstættarreknum leikskólum og fyrirtæki á markaði sem er að selja vöru eða þjónustu á allt sitt undir orðsporinu og hvað er það versta sem að fyrirtæki geti gert sínu orðspori? Það er komið illa fram við börn eða starfsfólk sem er að þjónusta að kenna börnum. Þannig að þú veist, ég sá engin vandkvæði á þessu. Þetta getur verið góð svona nýbreytni, nýsköpun í kerfi sem að er að ströggla og ég held að við eigum að taka svona hugmyndum bara fagnandi. En er þetta vandamálið að vanta einhvern veginn fleiri aðila til að stofna til leikskóla eða er vandamálið kannski að það
undir leikskólastarfsfólk. Það Að er við þurfum alveg að hárrétt einblína á hjá þér. það Já, og það er hvernig hárrétt hjá fáum þér. við þá Það eru, starfsfólk sem hefur menntað já, sig til þess þetta að halda sig þetta þar. góður punktur. Þú veist, það endilega að við þurfum einhvern nýjan aðila sem opnar leikskóla? Ég er bara rosa forvitin að Já, vita hvaðan starfsfólki kæmi. hvort tveggja, við þurfum meira húsnæði undir leikskólastarfsemi. Við erum sjálfa ströggla með miklað húsnæði, þannig að við gætum þá fengið samstarfsaðili í það, en við vitum að það eru fullt af leikskólakennurum, menntuðum leikskólakennurum eða ófaglærðu fólki sem hefur unnið í leikskólum út í samfélaginu að vinna við eitthvað annað. Gæti hugsanlega vilja koma aftur til starfa. Og þannig að þú veist, ég held að eitt sem að kannski kristallar umræðuna, ef við bara setjum okkur í spór einstaklingar sem vakna mánuða og þurfa að koma börnunum sínu leikskóla, fara síðan á milli staða og eru með fullt af álagi og skuldum og annað, það þrá allir bara góða þjónustu hvar sem þeir koma. Já. Og þennan vilja til að veita sem bestu þjónustu og kannski get ekki sett sig inn í þessi flækjustig. Ég er ekki viss einu sinni að þau spyrja sig að því hvort að hver er að reka þetta eða hitt heldur þegar að taka á móti bátnum og ég ætla að treysta ykkur bara fyrir því og trúa því að það sé einhvern veginn ábyrgð. Gerir þið hlutina bara almennt og flókna fyrir fólk? Þegar ég byrjaði á þessu kjörtímabil, þá voru skipulögð mótmælinir í Ráðhúsi. Ég talaði við unga foreldra sem stóðu í Ráðhúsinu og grétu fyrir framan mig og voru að örmagnast. Þú veist, það er urgency. Og þarna hefðu þú ekki farið að segja, já, við erum svona að velta fyrir okkur einhver reiknum en samt að við reyka þetta. Ég held bara að það er engin þolinmæði. Og ég ætla alls ekki að segja, nei, heyrðu, við erum bara að gera það sem við höfum áður gert, sko. Þau voru að segja við mig, þið eru ekki búin að reyna allt. Og þá fór ég að hugsa og hringi fólk og leita leiða til þess að annars vegar reisa við dagforeldrakerfið eftir að því hafi verið eiginlega slátrað á síðasta kjörtímabili og hins vegar að reyna að breyta rekstrarform, fá fleiri að draga kraftin úr samfélaginu, fyrirtækjunum, vinnustöðunum, að því það er fullt af velviljuðum fyrirtækjum þarna úti sem vilja þjónusta bæði borgina og sína starfsmenn og vinnum þetta saman. Þetta var svona samvinnu þetta er kannski orðið eitthvað svona samkeppniselement hjá fyrirtækjum að halda góðu fólki og ég heyrði í þessu fólki þegar hugmyndin var slegin út á borðinu, það var brjálað. Værir til að snúa, að ég veit að mögulega félagshyggju manneskja eins og þú að þú trúir í því kannski að kerfið eigi að sinna þessu og þar sé traustið og stuðningurinn. Ef við förum að útvista á miklu þá getum við farið að missa bara hlutina frá okkur og það er til vondur einkarekstur. Það er mörg dæmi um það. Ertu of áhyggjufull að það sé ekki hægt að treysta öðrum í svona samstarfi? Ég meina við sjáum frábæra sjálfstætt rekna leikskóla sem að leggja áherslu á ákveðna hugmyndafræði og það er bara sjálfsagt ef að við erum ekki með þess að hagnaðarkröfu inn í rekstri leikskólana. En það er hægt að setja reglum það væntanlega. Engin hagnaðarkrafa inn í þessu uppleggi. Nei. En eitt sem ég finnst samt, þegar við erum farin að treysta á stórfyrirtæki til að reka leikskóla, þá vakna bara alls konar spurningar einmitt hvort að sveitafélagi sé dálítið að útvista þessari ábyrgð, hvort að sveitafélagi sé að segja við getum ekki gert þetta, við ætlum að reyna að koma fleiri leikskólum frá okkur, við ætlum að útvista vandanum og þar með talið þá ekki vera að byggja upp þekkingu hjá sér, því við hljótum að vilja byggja upp þekkingu. En það eru kynslóð, þú veist, hvað eru mörg börn sem hafa í rauninni verið á rakhólum og afleiðingar af því og síðan erum við til dæmis bara varandi skólakerfið, ég meina það kom frétt í morgunum að börn væri ekki að fá uppfyllta kennslu skyldu af því að það voru annarkot veikindi eða mygla eða eitthvað slíkt, þannig að við erum að svindla á bara þessum börnum með mögulega tilheyrandi afleiðingu. Þess vegna er ábyrgð eitthvað svo mikil. En við vorum að taka ákvörðun, ég vil bara ítreka það, við vorum að taka ákvörðun, við vorum að samþykkja breytingar, það var ekki vinsælt hjá öllum, en við sögum bara við verðum að taka einhverja ákvörðun, við verðum að reyna að létta álagi af starfsfólki sem er að bugast og núna hafa ég held 50% foreldra breytt vistunartímanum, þannig við verðum auðvitað bara að fylgjast með þessu og sjá hvort að þetta sé að virka, hvort að þetta sé sniðugt, ef það kom einhverju annmarkar þá þurfum við að bregðast við þeim, þannig við erum að taka ákvörðun, við erum að breyta kerfinu og einmitt ég er ekki föst í einhverju svona draumsýn út frá minni hugmyndafræði, þú veist, auðvitað er ég meðvituð hvað er hægt og hvað er ekki hægt. Þannig mér finnst alveg mikilvægt að draga það fram
að við höfum tekið ákvörðun. Já, Við höfum breytt og við þurfum að styðjum sjá það, sko. hvaða áhrif það hefur. Ég Þannig get- það er ekki eins og við séum hræddu að taka ákvarðanir og erum bara eitthvað, nei, við verðum Ég að setja þetta á ís fram að kosningum. Þannig get- mér finnst líka mikilvægt að fylgjast með Já. áhrifum að afleiðingum þessara breytinga og mér finnst líka dálítið að sko atvinnulífið hafi verið stikkfrí í þessari umræðu. Við verðum að líka skoða það ef við ætlum að búa til barnvænt samfélag. Er það barnvænt að foreldrar sé að slíta sig og slíta sig út og þar með er ég ekki að taka ábyrgð á sveitarfélögum sem bera ríka ábyrgð og eiga einmitt að veita fjölskyldum þann stuðning sem þau þurfa að halda. En það er eitthvað skakt í okkar samfélagi ef að unga barnafjölskyldur þurfa að vera að vinna á milljón til þess að láta hlutina ganga upp. Það finnst mér líka að við þurfum alveg að skoða hlutina heilstætt og þar kemur inn í húsna og samgöngur sem sveitarfélög bera ábyrgð á. Förum aðeins að því að þú nefndi viðskiptaráð Já, Einar, Ég ætlaði bara að réttast hingin að sko, þið hefðu ekki verið að taka þessar ákvarðanir núna, þessar breytingar, nema vegna þess að ég sett þess að vinna stað og ég hafði hana vísvitandi á embættismannarleveli. Það fór fram hjá mér. Þú mátt segja já En eða nei, er það rétt hjá hann? Það var á Er það ekki hérna svo vinna á farin að stað og hérna var á embættismannarleveli vegna þess að þegar Kópavogsleiðin var kynnt þá var Samfylkingin og vinstriflokkarnir í borginni bara þetta gerum við aldrei og ég ítti þess að vör og þið tóku við boltanum Þú ert síðan að segja mig fréttir sko. Já, ég ég veit veit það. ekkert hvað gerðist Nei, í nei, einhverju Þetta öðrum verður eins og fundum. umræðan En hver þetta- hérna en hóf þetta er svona- viðræður EES fyrir hansi mörgum árum og ég skil vel, ég meina stjórnmálinn fá ekki oft kredit fyrir það sem að Nei. þeir hafa gert og þetta verður svona En það er líka kosum framtíðina sko það verður að kjósa um framtíðina af því að við nefndum viðskiptaráðan þá var ég einmitt á þessu viðskiptaráðsþingi þegar þú talar að borgin ætti að stofna sitt eigið byggingafélag og þetta já, og það var eitthvað svona já. Og þá hérna sko, þá varstu meira að svona að svona stökkva á verktakan og segja bara drullið ykkur til að Já. gera eitthvað í Já. þessu þannig að þetta var svona spark en nú er bara þessi hugmynd einhvern veginn farin að koma víðar þú elskar þetta, þannig að þið getur saminist það að stofna, er þetta gott? Er þetta Nei. sniðugt? Sko, málið er það, þarna kem ég inn í borgina og við byrjum á því að gera róttækt samkomulag við ríkið það að byggja 16.000 íbúðir á 10 árum, tvöfalda uppbyggingaráformin í Reykjavík og segja þetta er náttúrulega bara efnahagsstöðuleika mál, þú veist, húsnæðisverð hefur áhrif á verðbólgu og hagur heimilana felst í því að ná henni niður, jafnvægi á húsnæðismarkað, ungt fólk og lágtekjufólk fáið að kaupa, við erum hérna að byggja með óhagnaðardrifnum húsnæðisfélögum og félagsleiti húsnæði og þetta er bara svona hlutaði að vera sveitafélag. Svo sjáum við það að Seðlabankinn er að bremsa hagkerfið af eftir COVID, eftir að hafa dælt úr olíunu á bálið með vaxtalækkunum til þess að örva efnahagslífið, þá fristan markaðinn og verktakarnir hættu að byggja bara strax 2022 og á 2023 og maður horfði á þetta, Ásgeir bara var með fljótandi köfnunaröfni á verktakamarkaðinn, fjármagnskostnaður rauk upp og þeir völdu að bíða. Og kaupendur líka já og svo bættist það ofan á sko og ég var að segja, heyrði, það er samfélagslega skylda ykkar sem samfélagslega ábyrg fyrirtæki að halda áfram að byggja og ef þið gerir það ekki þá veltum að þið fyrir sér eigum við ekki bara stofna byggingafélag, við eigum lóðir og bara fara í þetta og reyna að draga þá lífeyrissjóðina að borðinu og reyna að gera þetta einhvern veginn eins og við það gert. Þetta var nú meira sagt svona eins og þú segir sko, ég var aðeins að sparka í þá vegna þess að þetta er gríðarlega alvarlegt mál og ef að minn hætti að byggja í 1 ár þá tvöfaldast vandinn árið eftir. En maður spyr sig líka og núna er þessi staða áfram svona sko. En þessi samfélagslega ábyrgð fyrirtæki að við notum það stundum og svo tristum við ekki þessu milli en ætlumst til einhvers en auðvitað er þetta bara, við verðum að horfa stegu við, þetta er bara pure business menn get ekki mögulega farið einhvern veginn að bjarga samfélaginu með því að fara að byggja byggingar nema að umhverfið sé traust. Ég er ekki hlindur því að stofna byggingafélag Reykjavíkur, svo það sé sagt áhætturnar í rekstri borgarinnar í því eru allt og miklar. Og ekki með félagsbústaði að reyna að útvika það. Félagsbústaðir eru stærsta fasteignafélag landsins með yfir 3000 íbúðir og gengur illa að reka það. Lausnin er að ná stöðuleika í efnahagsmálum fyrst og fremst. Það er ekki í okkar hendi að gera það. Vegna þess að ef við erum með nægt lóðaframboð eins og við tryggðum á kjörtímabilinu, það er nægt lóðaframboð, við þurfum náttúrulega að vera með
aðeins meira í hillunni, byggja á Geldinganesi og Ártúnshöðunum og klára það og fleira, en það sem að gerast núna í húsnæðismálum það að íbúðirnar sem að eru byggðar eftir skipulaginu sem að Samfylkingin og Píratar og Viðreisn skipulögðu, þéttingarreitirnir allir, þar sem að verið að skipuleggja mikið byggingamagn á litlu byggingareitum með fáum bílastæðum, þær ekki að seljast, að því þær eru ótrúlega dýrar og núna heyrum maður það að þessir uppbyggingaraðilar séu í vandræðum vegna þess að meðan íbúðirnar seljast ekki, þá tapa þeir eigin fénu sínu út úr þessum verkefnum, íbúð á mánuði, þú veist, þetta eru tugir, 100 milljóna sem að hverfa í fjármagnskostnað til bankana og ef að þeim gengur ekki, ef við förum ekki að leysa úr þessu, ef að markaðurinn fyrir ekki að taka við sér, þá dregst þrótturinn úr þessum verktakageira. En hvað getur borgin gert til að... og þetta bara graf alvarlegt. En þá verðum við að fara að skipuleggja það hvernig við byggjum öðruvísi. Hafa íbúð á bílastæði, þannig að fólk vilji kaupa þessir íbúð. Þannig að fara frá þessari fyrir stefnu. Bílastæði og íbúð minna ég. Já. Hvað segir þú? Auðvitað á borgin að byggja og við þurfum ekkert að vera að finna upp hjólið. Ég meina, lítum til Vínarborgar, þar borgin sjálf að koma af uppbyggingu og lítur á það með sem sitt hlutverk að tryggja íbúum öruggt húsnæði. Já, en ekki að tala ákveðin hóp sem að þú ætlar að byggja fyrir. Þú ert ekki að fara einhvern veginn í fasteinafélag og fara bara að selja á venjulegu markaði. Við sjáum, ég las athyglisvert viðtal við manneskju í Vínarborg sem að hélt utan þetta og þar var að vera að tala um tekjumark og ef að tekjurnar hækka og þú ert ekki lengur að ströggla svona rosa mikið, þá segja þau bara eitthvað til hamingju, vel gert, en við ætlum ekki að henda þér út úr íbúðinni, af því það bara eðlilegt að þú veist íbúðir, það bara húsnæði, það mannréttindi, það grunnurinn í okkar lífi að geta átt öruggt húsnæði, þannig að þegar ég að tala og við vinstrimenn og erum að tala félagslegt, að þá erum við ekki endilega að tala húsnæði sem fyrir fólki sem í verstu fjárhagslegu stöðunni og félagslegu stöðunni, heldur bara að hugsa þetta víðar. Ekki eðlilegt að borgin og hið opinbera sé að koma uppbyggingu, þannig við séum að fjarlæga í rauninni þessa gróðra von þeirra sem að leitast að fá gríðarlega mikið fjárhagslegt virði upp úr uppbyggingu og líka síðan að vera að byggja íbúðir og vera síðan bara að leigja þær út af einhverju himinháu verði. En ekki samt grunnur í þessu að borgin hefur verið að selja til dæmis lóðir á verðmætasvæðum og þéttbýlissvæðum, það dýrt í uppbyggingu, lóðirnar eru mjög dýra, þetta er meiri businessi á borgin heldur nokkuð mann áður. Við erum með þetta byggingaréttagjald og jafnvel þeir að vera að bjóða út lóðir þannig að fer til hæstbjóðanda sem að skila sér væntanlega í íbúðaverði. Þegar það ekki búið að taka fyrstu skóflustunguna. Við þurfum ekki að horfa hérna bara á slipsvæðið á Vesturbuktina þar sem að það eru þegar komna 20 milljónir á hverja íbúð bara í gjöld sem að borgir ykkur, þannig að þetta þið pínlítið upphafið að því að þetta gerist þetta ekki rétt. Áður við klárum þetta, af því að sveitarfélög eru að leggja gjöld til að fá tekjur, af hverju gera það? Er það mögulega því að þeir skorti tekjur, af því að það ekki verið að rukka ríkasta fólkið eins og launafólk, þannig að okkur vantar tekjur. Já, en þú ert samt upphafið að því að þetta lendir á venjulegum einstaklingum. En ekki vandamálið það að við erum að undan skilja allra auðvasta fólki til að greiða til næstu. Jú, en er þetta ekki bara önnur umræða? Vegna þess að þú getur ekki látið að því að ríka fólki borgar ekki til sveitarfélags, þá ætlar bara að selja dýrar lóðir sem leiða til dýra íbúða sem gera það verkum að ungt fólk komist ykkur markað. Og þess vegna er ég alltaf að tala útsvara fjármagnstekjur, að við setjum kröfu á ríkið að sveitarfélögin fái þessa heimild til að skattleggja þetta verði gert, til þess að við séum bara að fá tekjur til þess að sinna öllu sem við eigum að vera að sinna, svo við séum ekki að rukka bara almenning út í bæ. Einar, hvað segir þú? Þið fóru nú inn á ýmislegt, en þetta er aldrei verið að kalla eftir breytingum núna fyrir þessar kosningar. Breytingarnir sem að Sanna var að lýsa áðan að fara Vínarborgarleiðina sem að ég kynnt mér ágætlega og hitti borgarstjóra Vínarborgar og ræddi við hana þeirra módel. Þar búa 60% íbúa minni mig í því sem að kallast félagslegt húsnæði, en það er fyrir millitekjuhópana líka. Borgin á þetta húsnæði og ég Reykjavíkurborg á svona húsnæði. Hún er að leggja til, hún Sanna, að Reykjavíkurborg byggi
og fari Vínarborgarmódeli þar sem að allir búa bara í íbúð frá borginni og í leiguhúsnæði. Ég held að þetta sé ekki breytingarnar sem að borgarbúar að biðja að fara frá þessari svona hefðbundnu séreignarstefnu þar sem að við búum í hagkerfi, þar sem að besta leiðin til þess að eignast lífeyrissjóð er það að kaupa sér svona hús komast inn á eignamarkaðinn sem húseigandi og sjá svo stæpuna ávakstast og svo selur það þurfa orðin gamall og átt vonandi einhvern eftirlaunasjóð. Þetta hefur verið svona þessi íslenska módel og þess vegna skiptir svo miklu máli að koma fólki inn á eignamarkað en hjálpa þeim sem að ekki geta það í leiguhúsnæði sem er stöðugt og hagkvæmt. Ég bara algjörlega ósammála því að við höfum að fara þessa Vínarborgarleið. En það er bara mjög gott og ég dáist að því hjá Sönnu og hún er bara hreinskilin með það hennar svona sósíalíski bakgrunnur og bara er á þessa leið þetta að vera opinbert. Þarna komum við aftur að einu og það er bara ég fínt held að hafa þessar línur skýrar. Já, og það er kannski hugmyndafræði líka sem er oft að trufla. Við erum í litlu landi og lausnin þetta geta blasa við okkur. Við til dæmis erum með landrými en við höfum skapað ákveðin skort. Það gerir það verkum að við erum kannski með framboði lóða getum við lækka verðið. Er það ekki bara einfaldasta leiðin í staðan fyrir að vera með inngrip? Ég vil aðeins nefna mér finnst líka mjög eðlilegt að við séum að leita leiða til að hjálpa fólki að eigna sína eigin íbúð. Því ég er ekki þannig að mér finnst bara eitthvað allir að leigja. En þetta er líka bara lifuð reynsla sem að hefur áhrif að hafa búið bara sem ungt barn og þekkjandi annað ungt fólk í dag sem fór í gegnum nákvæmlega sama ár eftir ár að vera á sífelldu flakki af því það er ekki til öruggt húsnæði. Þannig ef að leiðin sem hefur verið stuðst við er ekki að virka þá þarf þetta að fara aðra leið. Við getum ekki að halda áfram bara já, við þurfum einhvern veginn að halda áfram bara sömu módeli og treysta markaðnum og hann mun vonandi sjá fyrir okkur. En borgin getur lagt grunn að því að lækka gjöld eða vera með meira svigrúm. Við vitum alveg hvað þarf að gera. Það er bara, þú ert búin að nefna í þessu viðtali nokkrum sinnum. Já, þarna kemur hugmyndafræðin inn. Og þá minnast að þú bara að lesa pólitísku stöðuna í Reykjavík alveg hárrétt. Það er hérna erum við með svona ákveðna sósíalíska hugmyndafræði sem bara er fínt að ræðum og svo höfum við haft svona skipulags hugmyndafræðina, urbanisman sem að Samfylking, Dagur B. Eggertsson og hans arfleið og heldur núna áfram hjá nýjum oddvita í Samfylkingunni, Píratar og Viðreisn hafa stutt og Vinstri græn að það eigi að þétta og alls ekki byggja í austurhluta borgarinnar. Það er að segja, Samfylkingin og þessi flokkar hafa fellt ítrekað tillögur að byggja í Úlfarsárdal, fella tillögur að byggja á Geldinganesi, fella tillögur að byggja á Kjalarnesi og fella tillögur þetta sem að ég hef verið að tala fyrir, að brjóta meira nýtt land og bjóða út lóðir þar. Jú, við fengjum líklega eitthvað aðeins lægra verð ef við erum með meira framboð á lóðum, en á heildina þá fáum við bara á endanum byggingarétta gjöld og svo fáum við útsvarstekjur og þetta kemur allt saman. Nei, en þessi skipulagspólitík, hún hefur framkallað skort og þetta eru pólitísk átök og meðal annars ástæðan fyrir því að ég sleit þessu meirihluta og við í Framsókn vegna þess að þau vildu ekki fara þá leiði sem við vorum að kalla eftir. Þú stökkst við borði hérna meirihluta og ábyrgð, en nú erum við að byggja á nýjum stað í Úlfarsárdal, í Höllum, það er verið að fara Það áttu, Inga Sæland sagði nú í Kryddsíldin að það ætti að vera komin 20 byggingakranar á þessu árið ángað, en það er ekki búið að deiluskipa. 10.000 íbúðir, það veit enginn hvernig þetta En það eru breytingar ákveða að byggja á nýjum stað, það eru breytingar að ákveða leitast eftir samstarfi við einhvern sem geti hjálpað okkur að flýta innviðauppbyggingunni því það skiptir líka máli að hverfin verði tilbúin fljótt og örugglega með öllum þeim innviðum sem þörf er á. Bara ef þið metið kjósendur, ég er ekkit endilega vissum að fólk fara á kjörstað til að kjósa að það eigi að byggja í Geldinganesi eða eitthvað slíkt. Það er meira að hugsa hvernig ætlið einhvern veginn að greiða úr öllum þessum flækjum sem hraðast og best og við erum auðvitað að kjósa bara eftir ástandi á heimilinu hverju sinni, bara hverju stað okkar og annað og við sjáum að börnin eða foreldrin sem mótmæltu þér á sín tíma í Ráðhúsinu
Já, grátandi hverjum börnin, reyna- þau eru komin í grunnskóla, skilur við. Já, Þannig að sko, við förum í Mm. gegnum kafla í lífinu. Mhm. Veikleikarnir eru bara þegar á hverjum kafla mætur okkur einhver svona fyrirstaða. Og það er kannski þetta sem að mér langar að sjá okkur greiða úr. Mér finnst þessi framtíðarsýn, hún er mjög mikilvæg að Já. setjast niður og vera heiðarlegur og segja bara þetta er okkar sýn í húsnæðismálum, Mhm. svona viljum við gera þetta og það er mjög ánægilegt því ég er búin að vera að tala um byggingafélag Reykjavíkur og borgin byggi Já. sjálf ár eftir ár, ég var bara komið ógja á röddinni minni að tala um sko útsvara fjármagnstekur og byggingafélag Reykjavíkur. rödd. Svo heyri ég þetta, ég er bara eitthvað einar og sannfærður, er Já. þetta að takast, bara eitthvað halleluja. Og nú er hann bara búin að snúa Já. á blaðinu. Nei, En en hérna, bara við erum ég ætla að sammála klára bara um það. setninguna. Já, ok, Ég vil bara við klára setninguna og hérna, sko ég er með ADHD þannig ég dett stundum út Já, þegar allt í ég lagi, bara, allt í hvað var lagi. ég að tala um? Já. Hérna, að Með- vera með sín Já. og vera með sín og segja bara leiðin sem við höfum verið að stegast við núna, þar sem við erum mikið að treysta markaðin, auðvitað ekki 100%, þar sem við erum að byggja upp með hérna verkalýðshreyfingunni, óhagnadrifi húsnæði og erum með þessi cirka 5% í félagslegu. En við vitum að fullt af fólki sem er skilið eftir, sem er bara í hræðilegum aðstæðum, bara sem er að ströggla, ungt fólk sem kemst ekki út á foreldrahúsum, leigjendur, einstæðir og foreldrar sem eru bara að flakka á milli íbúa. Við vitum bara eitthvað, hei, það verður að breyta um stefni. Okkar stefni er svo, við þurfum ekkert að finna upp hjólið, við vitum að aðra borgir eru meira að treysta á að borgin gerir þetta sjálf og þar með, þú veist, leið og borgin hefur ekki þetta markmið að leitast að græða rosa mikið að byggja upp, heldur bara að útvega íbúunum heimili, skilju, að það sé Já, en eftir að tala grunnforsendan, um íbúðunum þá- almennt eða ákveðnum hópi. bara að Af því víkka að þetta sumir út eru bara núna, ágætlega algjörlega, staddir og með sterkum víkka þetta út. fjölskyldu bakland Einmitt, og- ég myndi vilja víkka þetta út eins og þú veist, við sjáum til dæmis í Vínarborg að þar ertu ekki bara að tala um fólk sem er undir ákveðnum tekjumörkum, heldur bara að sé, þú veist, almennt hérna hægt að finna gott húsnæði Erum á við ekki sammála viðráðanlegu samt um að verði, stundum á af því sumum líka- stöðum virkar sósalismin og En félagshyggjan líka- og stundum er Má ég það bara hjálpa þannig að þetta? sumir eiga bara En ég að meina- fljúa sjálfur. En við vitum bara, ok, ef ég setja þetta bara mjög grunnt, við vitum að núverandi kerfi hefur ekki verið að virka. Af hverju hefur við ekki að prófa eitthvað nýtt og emmitt ekki bara eitthvað svona út í loftið, Ég heldur skil þig. líta til annar Það borga hefur og verið Vínarborg, prófað. þau eru svo ánægð þar, ég held að koma alltaf sko topp hérna ánægðust íbúar í Evrópu eða eitthvað. Besta reynslan Þú um veist. svona systemi Mm. var bara í, sko, austan járntjálsins. Við erum Skilur ekki að tala um það. Nei, jú, í alvöru. Nei, bara jartingjum þetta aðeins. Mm. Svona miðstærður áallunum búskapur í húsnæðismálum. Og þetta er skjarnuskapur Nei, bara í alvöru. Og ég er ekki að tengja hana við eitthvað ofbeldisverk eða hérna sósalism, kommunisman, Nei, sko. En ok. ég er bara að segja, þetta er allt og áhættusamt. Og borgin er að ströggla við að fjármagna grunnþjónustu núna. Og ég bara talaði það að ég út að tala um efnaminna fólk og þau sem að búa við hérna óöryggi í húsnæðismálum, þá langar mér bara að minna á það að það er framsókn sem að á alþingi sem að kemur á fót hérna lagaumgjörð fyrir óhagnaðardrifin húsnæðis samvinnufélög til þess að byggja akkurat fyrir þessa hópa. Við erum ekkert langt frá hvort öðru þegar kemur að því að horfa á þessa hópa sem er að berjast við að bara búa eitthvað stöðar og hérna halda unga fólkinu okkar hérna á Íslandi þannig að þau veðja á Ísland sem hérna heimili en fari ekki bara til einhver annar að landa. Þú veist, Eða annar sveitafélag. Já, eða annars, nei, það er ekkert annars sveitafélag að byggja fyrir þau. Það er bara Reykjavík sem er að gera það. En ég bara, ég er bara algjörlega ósammála því að borgin ætti núna stofna svona byggingafélag, Reykjavíkur bústaði og hérna eins og þið kallið það, fjármagna sig með skuldabrifaútgáfu og hugsanlega kannski viljiði vera með lífeyrissjóðin en ég er ekkert viss að þeir væru tilbúin í svona módel. Þegar við erum bara í verulegum vandræði með að fjármagna bara viðhald leikskóla og grunnskóla og byggja nýja leikskóla og grunnskóla fyrir Ártúnshöfðan og öll þessi hverfi, þetta er ekki skynsamlegt. Þetta er ekki skynsamlegt. Það er mjög áhættu samt að vera með fullt af fólki sem er ekki með aðgang og öruggu húsnæði. Það er mjög áhættu samt og ef við lítum á það í rekstri borgarinnar þá erum við að greiða um 1,7 milljarð árlega í sérstakann húsnæðisstuðning við að hjálpa fólki að greiða allt og dýra leigu. Þannig ef við tölum peningarhliðina þá erum við að tala 5 milljarð á nokkrum árum sem fyrir sérstakann húsnæðisstuðning að því okkur finnst eðlilegt að stiða við leigjendur sem eru að greiða of háa leigu en er ekki lykil spurningin af hverju er leigan svona há, af hverju er svona okkur leiga og líka þú veist það er áhætta
í því að vera að skilja fólk eftir í svona ótryggum aðstæðum, börn sem alast upp við þetta bara, þú veist, ég hef reynsluna því, fullt af börnum að alast upp í heim í dag, þar sem við hafa ekki öruggt húsnæði. Þetta býr til vanda, þetta býr til óöryggi, þetta ýtir undir að bara börn upplifi ekki að þau fái tækifæri, þetta setur álag á barnafjölskyldur og viljum við ekki bregðast við því. Megum við ekki tala það á þess að maður stimplaður einhver komabrjála. Já, einmitt, og ég skilur vel. Sko, það sem við erum kannski fyrst og finnast tala ég held við séum öll bara sammála þá. Við viljum, þú veist, að þjónusta við börn og fjölskyldur séu svona númer 1, 2 og 3. Svo horfum við á rekstur borgarinnar. Hann dýr, hann flókinn og það eru fyrirtæki sem borgin á sem að margir hafa talað að selja frá sér malbyggunastöð og jafnvel einhver hluta af orkuveitu og annað. Hvað segir það? Til að losa peninga og einfalda reksturinn og setja hann þá bara meira í þessa grunnþjónustu. En hefur það þá ekki áhrif á gjaldtöku á íbúa? Vitum við hvað einkafyrirtæki að fara að hátta sínu Ég veit ekki betur en veitur séu til dæmis að hækka gjöld til íbúa vegna þess að greiða svo mikinn arð til borgarinnar. Þannig að borgin líka bara upphafspunktur mikill skattlagningar á fólk. Þannig að þú verður þá að segja mér ætlar að draga arðgreiðslunum á Ég meina það kannski að til að taka umræðu það hvort að þegar að vel gangi á þetta að lækka gjaldskrár, kannski það bara eitthvað eðlileg umræða. En segðu mér í alvöru, þetta prinsippinu að borgin eigi eitthvað þessi fyrirtæki? Sko, mér finnst þetta vera bara eðlileg spurning sem að vaknar að þegar við erum ekki lengur með þessi fyrirtæki þá höfum við væntanlega minna það að segja hvernig eru rekin og ég er ekki að segja þessu fullkomlega rekin núna, alls ekki. Þú veist, ég meina skilur, ég er opin fyrir því að það megi kannski laga ýmislegt í rekstri þeirra á hvernig við erum að gera hlutina. En þau eru tilraunarekstri líka og áhætturekstri og alls konar lántökum og öðru slíku. Ég er bara að segja út frá, er þetta prinsipp hjá þér? Mér finnst þetta meira bara skynsemi. Mér finnst þetta við sjáum hvað gerist. Við sjáum hvað gerist þegar að vera að losa við alls konar fyrirtæki og þetta komin á einkamarkað. Við höfum alveg séð hvað afleiðingar það hefur. Ég meina, við hefum geta verið með þessi snjórustæki en þá hjá okkur, en við erum búin að útvista hluta því. Ég meina, við sjáum hvað afleiðingar það hefur að geta ekki bara hringt í starfsfólkum eða að byrja að snjóa og fara út af stað. Þannig mér finnst alveg eðlilegt að ræða bara hvað afleiðingar sala opinbera fyrirtækja hefur haft í för með sér, hvað afleiðingar útvistun og einkavæðing hefur haft í för með sér. En hvað viltu selja mikið? Nei, mér finnst gaman að vera í viðtali þar sem við erum með svona skýrar hugmyndafræðilega línur og þetta kannski bara ástæða fyrir vinsældum Sönnu er að þú veist, hún getur bara verið með svona línur, svona dálítið á móti útvistun, bara fyrir innvistun, ríkis og opinberum rekstri og en við vitum öll að við erum löngu búin að færa okkur úr því módeli og það gaf ekki góða raun hér áður fyrr. En við vantreystum mörgum líka ef við förum að selja eins og hún segir þjónustu fyrirtæki, þá byrja vantraustið. Hvað ertu til að ganga langt í því til dæmis? Sko, ég held að það sé eðlilegt að selja malbyggunastöðina en ég hef ekki beitt mér fyrir því að hún verði seld á þessu kjörtímabili einfaldlega vegna þess að það þurfti að taka til í rekstrinum hjá fyrirtækinu áður að það væri skynsamlegt að selja hana. En ljósleiðarinn til dæmis og önnur borgarfyrirtæki? Sko, það er alltaf að verða flóknara og flóknara að halda ljósleiðaranum í eigu orkuveitunar á þessum, eftir að ríkið seldi frá sér sinn hluta meiri sér til útlendinga sem að mér fannst svona umhugsunarvert vegna þess að ég líti á þetta sem grunninnvið sem að við getum ekki verið án og þá sé og svona hlutur bara af öryggisneti þjóðarinnar eins og almannavarnir og fleira en fyrst þegar ríkið setti þetta á samkeppnismarkað þá er alltaf að verða erfiðara fyrir orkuveituna að eiga ljósleiðarann og ég er ekkit sérstaklega ánægður með þessa þróun en við höfum lítil tök á þessu fyrirtæki af því að það er á samkeppnismarkaði, við getum illa stutt við fyrirtæki, við getum líka illa stýrt í með svona opinberum inngripum, þannig að þetta er að verða bara ansi brýnt að taka ákvörðun það hvort að ég að selja ljósleiðarann eða ekki og ég hef verið bara mjög varfærin þarna
þó ég sé frekar frjálslyndur og frjálslyndur en sanna En þetta þegar hefur kemur að þessu. áhrif á til dæmis En eins skuldsetningu og veitur borgarinnar, þetta hefur líka Já, svona ákveðin áhættu En bara í eins og för með en sér. bara til að taka svara spurningunni skýrt, sko, ég meina Orkuveitan verður í eigu borgarinnar og og við Framsókn styðum ekki að hún sé seld og Af hverju ekki, bara forvitin. Já, því að bara það sem ég var að tala svona grunninnviðir eins og vatn og rafmagn og Ljósleiðarinn? Já, að einhverju leyti, ég hef verið hikandi við það að setja það, ég meina borgarstjórn, það er fyrir hendi samþykkt að selja ljósleiðarann, það þarf, já, fyrir á síðasta kjörtímabili þá samþykti meirihlutin að selja en svo var það ekki gert. Já, hlut. Já, og þannig en þetta er snúið og ég ætla ekki að þú veist, ég er tilbúin að hugsanlega að fá fjárfesta inn í ljósleiðarann, fara í hlutafjárútboð, við unnið að því á þessu kjörtímabili en þetta er grunninnviður. Já, þannig að ég þetta er tvíeggjað sverð. Ég efast ekki að þetta sé tvíeggjað sverð með tilliti til þess að þetta er að skila borginni miklum tekjum. Nei, ljósleiðarinn hefur ekki verið að gera það. Nei, en Orkuveitan er svo sannlega að gera það og arðgreiðslur, hlutfall arðgreiðslna hefur hækkað. Borgarbúar eiga 100 milljarða í Orkuveitunni og það er eðlilegt að þeir njóti arðsemis að þeirri eign Orkuveitunar og ég bara en þá verðum við líka treysta því að hún verður bara að sinna sínum að peningarnir nýtist og þeir nýtast svo sannarlega en gjöld hækka á íbúa líka. Það er bara ákveðin hluti af því að reka svona stórt fyrirtæki eða vera eigandi af svona fyrirtæki að passa upp á það að Orkuveitan sem er risastórt fyrirtæki verði ekki feitur og latur kisi. Hvað finnst ykkur til dæmis bara Carbfix og annaði tengdur vegna þess að það er áhætta í Ég hef ágjör af því og Orkuveitan hún þarf að gæta sín í rekstrinum, hún þarf að stilla af sína fjárfestingar og ákvarðanir út frá bara grunnþjónustu hlutverki Orkuveitunar og það er tendens hjá opinberum stórum fyrirtækjum að bara svona fara að leika sér í hinn og þessu að því að þau eiga nóg peningum og eitthvað og ég bara, við þurfum að vera Þannig að þú myndir vilja svona skoða það hvað með til dæmis hversu, af því að þú vilt að við heldum þessum fyrirtækjum í eigu borgarinnar en meigaðu innan þess síðan bara veri í alls konar tilraunarverkefnum getur maður sagt. Ég held að sé alveg eðlilegt að kannski kalla eftir meiri bara svona yfirsýn og kalla eftir bara, þú veist, hvað en það blasir við samt. Ég meina, Carbfix er risastórt verkefni, það er verið að reyna að fá að lenda fjárfesta inn í það, þetta er bara briljant hugmynd en hún getur samt lent á borginu með einum eða öðrum hætti. Og mér finnst þetta líka, þegar það verið að svona stækka svona verkefni, þá finnst mér það alveg líka dálítið svona snúið þegar við sjáum svona samkeppnisreksturinn og einhvern veginn skorðurinn sem er takmarkin sem kannski er sett, þannig að þetta gerir allt svona miklu flóknara, þannig að ef að svona félög ætla að fara einhvern veginn að fara í stór verkefni, sækja fjármagn og þá er alls konar svona viðmið sem gilda hvernig samkeppni skilja haga, þannig ég held að sé líka ytri þættir sem að móta og hafa áhrif í rauninni hvað sé hægt að gera og hvað ekki, sem alveg getur verið hamlandi í einhverjum tilfellum þegar það talað að þurfi þá að fara út í þennan samkeppnismarkað og svo kannski endur við ekkert uppi með raunverulega samkeppni á markaði eftir allt saman á öllum sviðum. Núna í vikunni þá það má segja að sjálfstæðismenn hafi einhvern veginn klofnað í varðandi borgarlínuna að sem sagt Hildur Björnsdóttir vill að það verði endurskoðað og forgangsröðun á meðan að Kjartan Magnússon og fleiri vildu jafnvel að við færum bara bökkuðum alveg út á borgarlínu og færum frekar að búa til forgangsakreinar og ljósastýringu og annað. Þú fjælst ekki fyrir þessum hugmyndum, hvorugi er þetta bara í fullkonu ferli að þínum mati bara borgarlínu verkefnið? Það er þetta búið að setja fjármagn í þetta verkefni og mér finnst þetta að við erum að halda áfram að byggja upp góðar almenningssamgöngur en það sem að ég held að hafi dálítið ekki verið sett nægilega vel fram til þess að byrja með er þegar að borgarlínan er kynnt af því að sem strætófarþegi og í samtali við aðra strætófarþega þá upplifum við dálítið að það væri sett fram eitthvað svona lausn sem væri að fara að koma eftir einhver ár og við ættum bara að vera glöð og þakklátt með það. Það væri ennþá langt í þetta en svona við upplifum dálítið bara eitthvað svona á þangað til ekkert að
gera Gerast. eitthvað í strætómálum til þess að bæta strætó. En vissulega hefur ýmislegt verið gert, það er búið að fjölga ferðum og ýmislegt sem hefur verið gert, en ég held að sé bara rosa mikilvægt, þú veist, þegar maður er strætófarþegi, labbandi með díslappinu í blautu skónum og mista strætó og seinna móður í eitthvað sjónvarpsviðtal, að þá þetta, þú veist, vill maður að sveitarfélög skilji bara vandamálin sem að við strætófarþegar erum að gangi í gegnum. Af því ef þú ætlar að fá fleiri til þess að nota borgarlínu, þá þarftu væntanlega að auka traust íbúa á strætókerfinu og venja þá við þennan já, samgöngumáta. og mér finnst líka þegar við erum að tala um kostnað, ég meina það er ekki mjög ábyrgt, hægrið er ofta að tala um ábyrgð og hvernig við förum í fjármuni, ég myndi ekki segja að þessi ábyrgt að hætti miðri á og segja bara, herðu, við erum búin að ráðstafa fullt af fjármunum í uppbyggingu almenningssamgangna. En við erum ekki búin að eyða þeim beint. Þú veist, það er undirbúningsvinna, það er alls konar tími og kostnaður sem hefur farið í það. Þannig að mér finnst mjög heimskulegt að hætta einhvern veginn við, þú veist, auðvitað eigum að byggja upp góðar almenningssamgöngur og auðvitað eigum bara að tala fyrir því, ég meina það má kosta að byggja upp almenningssamgöngur. En hefur ekki varst ekki á móti borgarlínu? Ég bara, þessi svona framsetning sem ég er á móti, algjörlega, sem var fyrst, þá fannst mér þetta bara vera dálítið, hérna er glæran, hérna er þetta flott og verið bara þakklátt. En ertu núna bara, Þið hafið talað á móti borgarlínu, þið hafið verið í borgarstjórn að tala á móti borgarlínu og þarna mættust pólitísku ásatnir hérna í hringnum, hægrið og vinstrið. eru þið að hittast á þessum staðum núna? Ég bara aðeins að skerpa á áhersluninni því að nú ertu komin í meiri hluta í fyrsta skipti og hérna þarftu að fara að tala svona einhvern veginn í kringum hlutina og hérna Kjartan Magnússon segir og Marta Guðjónsdóttir hjá Sjálfstæðisflokki þá að setja þetta verkefni á byrjunarreit. Hildur er svona að reyna að lifa klofningin af og segja nei, endurskoðum og eitthvað svona og hérna, en þið hafið talað gegn borgarlínu en hafið núna erið á fulli í þessur vinnu. Þetta eitthvað að slæta fram hjá prinsippunni? Við erum að fara í kosningar. Nei, ég vil að við byggjum þetta áfram upp en ég vil að við nálgumst þetta bara á mannamáli. En af hverju ertu ekki til í endurskoðunina? Bara til þess að athuga á að breyta forgangsröðun, á að flýta miklu braut, á jafnvel að bæta þjónustuna meðan þessi uppbygging á sér stað. Það er talað um að Foxhóksbrúin ein og sér sem var metin á 2,5 milljarði komin upp í 11 milljarði, skilur þú hlýtur að styðja það eða er það bara því út í meirihluta sem maður vill ekki? Nei. Sko, ég myndi sérstaklega sérstaklega vilja endurskoða fjármögnunina því þar er talað um vegtolla sem að ég er gríðarlega á móti af því að einmitt á þeirri prinsippmáli að mér finnst að við eigum að skattarnir að greiða fyrir uppbyggingu almenningssamgangna og innviða, þú veist þessi vegir og brýr og allt það. Þannig mér finnst mér skatt að þeir síðan að skattleggja fólk sem að nota vegina með veggjöldum. Þá nærði peningin frá ríkafólkinu. En líka, þú veist að hafa líka komið alls konar en þú veist ég bara svari hreinskilni, skilur, með samgöngusáttmálinni heild, þá er ég að móti vegtöllum, ég er það, en það er ekki sveitarfélagið sem kemur nálægt því, það er ekki okkar ábyrgð. En líka með Fossvogsbrúna, með Fossvogsbrúna, því vildi líka nefna það, því þið komið inn á það, að það er auðvitað búin að koma fram athugasemdir eins og frá siglingafélögum og ýmislegt sem ég alveg þurfa að athuga vel og vera vissum að sé alveg vera Þú verður að vera meira afgerandi þegar þú spyrir borgarlínu. Í alvöru. Hvað veist ykkur borgarlínu? Einar. Sko, þetta er náttúrulega, samgöngusáttmálinn er svona verkefni það sem við hugsaðum Sigurður Ingi 2019, við verðum að fara að gera eitthvað í umferðinni í Reykjavík. Það er að bæta strætó, það er að byggja mislæga gatnamót og tryggja hjólastíga, byggja þá og umferðaröryggi og fleira. Og allir sammála með við gerum eitthvað sem að tæki 50 ár og bæjarstjórarnir væru að bíða á skrifstofunni hjá vegamálastjóra að krefast þess að fá ykkur gatnamót löguð. Þú veist, og svo bara tæki biðin við og engin framtíðarsýn, engin heildarsýn og þannig var þetta árum saman. Dagur og þau vildi ekki byggja mislæga gatnamót hjá bústaðavegi og eitthvað. Förum til dags í dag. Ég er að rifja upp hvernig það var. Svo var sett þessi framtíðarsýn, samgöngusáttmálin. Ég held að enginn tengi við hvað þetta er. Það er vandamálið, sko. Og úrverður, alls konar framkvæmdir og borgarlína. Og ég hef bara sagt, ég styð þetta prógram. Okay. Svo fyrsta skipti núna fáum við að sjá hvernig lítur þetta nákvæmlega út af því að það var að verið að birta deiliskipulagstillögu á Suðurlandsbraut, fyrsta skipulagstillagan og þá sjáum við það að það eru bara verið að fækka atgurinnum fyrir bíla og setja inn hjólastíga beggja vegna og borgarlínu akreinar í miðunni og taka bílastæðin í burtu og mikið af grasi inn á milli akreinana, einhverju 8-9 metrar bara í gras
og ég horfði á þetta og ég hlustaði á atvinnureikendur þarna í Suðurlandsbrautinni, allir brjálæðir og ég hugsaði, heyrðu, ef við ætlum að komast eitthvað áfram með þetta borgarlínu verkefni, þá verðum við að hanna þetta þannig að þetta veki ekki svona neikvæð viðbrögð. Og það alveg hægt að gera þetta svona með mildari ásýni. Þú veist, þarna því þú talar hugmyndafræði, urbanismin, sem það sem að Samfylkingin og Viðreisn og Píratar og Vinstri græn og kannski smá sósíalistar hafa hengt sig á, bara teiknum ítrustu útfærsluna, þrengjum að fjölskyldubílnum og látum alla fara í strætó og þéttum síðan byggðina og gera búum til markov fyrir strætó. Ok, þú veist, ég styð það að við búum til borgarlínu. Ég ætla ekki að það bara vegna þess að mér finnst það skynsamt. En þú verður að hanna hana þannig hún funkeri og sé í sátt við borgarbúa. Þið eru bæði að flagga því að þið hafið efasemdir framkvæmdina minnst og kosti. Já, mögulega getið þið samþykkt einhver að loka útfærslu, en það verðum að vera með einhverja framtíðarsýn. Með Suðurlandsbraut, mér finnst bara, það svo oft talað að sé vera að þrengja bílum, það búið að þrengja á okkur gangandi og strætóandi og framtíðar borgarlínu takandi, þú veist, það búið að þrengja svo á okkur, þannig mér slíka smá bara þegar það á að gera eitthvað fyrir gangandi og hjólandi, að þá einhvern veginn þetta sett upp í svona með á móti, þú veist, bílum, ég meina ég elska að fá far með fólki, ég bara elska bíla, skilur en mér slíka bara eitthvað, af hverju þessi orðað þannig að þessi vera að taka eitthvað af einhverjum, sko, orðaðan kemur úr pólitíkinni og í rauninni eru átækin bara milli einstaklinga sem að upplifa þjónustu skort með einhverjum hætti, hvort sem þú tekur strætó eða hjóla eða hlaupahjóli eða bíl. Þannig að það kannski svolítið ykkar hlutverk að sjá til þess að þetta sé í lagi meðan einhver framkvæmdi. Algjörlega. Og það veikleikin í þessu. Þess vegna skilja alveg hugmyndina endurskoðun bara til þess að sjá. Já. Bara eins og þú þarft alltaf að taka stöðuna hverju. Þetta algjör svona, þetta náttúrulega populismi, sko, að þessari tillögu að svo veist, samgöngusáttmálinn var endurskoðaður og uppfærður og meðan ég var borgarstjóri og tók 1,5 ár, byrjaði áður en ég kom og hann lauk undir lok ársins og var gríðarlega mikilvægt verkefni, allar áætlanir uppfærðar, Miklubrautar stokkur sem var fatal hugmynd fyrir umferðarflæðið í borginni breyttist í Miklubrautar göng á að fara í þau 2032. Það var frábært að vera að flýta þeim. Við fengum ríkið inn í fyrsta skipti í rekstur almenningssamganga með okkur. Þau föttuðu, heyrðu, það ekki hægt að skilja sveitarfélögin eftir bara með þessa áhættu og þennan kostnaða því þetta niðurgreidd þjónusta og þeir komu inn með þriðjungsþáttöku í rekstrinum. Þetta var ótrúlegur árangur fyrir sveitarfélögin og þetta gerist undir minni fórustu sem formanns SSH á þessum tíma. Við þurfum að slúta þessu. Já, en ég bara rétt að byrja. Ég skil, ég veit það. Nei, en þannig að mitt bara, ég verði þessi samgöngumál, við erum að hafa einhverja framtíðarsýn og hún felst í þessu prógrami sem heitir samgöngusáttmáli. Borgarlína eitt púsl í þessu, en ekki eyðileggja það með hugmyndum samfélkingarinnar og þessum. Við þurfum bara að fá að koma aftur. Já, ég til. Og bara alveg hreinskilu það, Sanna á nefnilega að vera mætt á fund eftir smástund, þannig að ég hef búin að lofa sleppinni. Við sitjum bara. Já, segðu mér bara eitt, Sanna, það talað og Hildur var í spjalliga með það sem hún talaði að hún vildi fækka í yfirstjórn og fækka bara starfsfólki og borginni en helst þá svona í skrifstofum og hvað við segja, silkihúum eins og Inga Salent kalla. Hvað segir þú? Ég meina, mér finnst alveg sjálfsagt að við séum alltaf að skoða bara hvað störf hjá borginni, að skila sem bestum árangri fyrir íbúa og bara mér finnst alveg sjálfsagt að vera. En eru það að gera það? Af því að nú þú búin að vera í 1 ár og gætir alveg hefði getað gripið inn í það og þá greiningu. Sko 1 ár hljómar svo langur tími en sko komast í, þú veist þetta bara risastórt og ég hef bara upplifa alls konar fundarherbyggi sem ég vissi ekki svona væri til staðar og ég hef bara eitthvað býttu Maríubúð, takk fyrir að bjóða mér hingað, okkur hef ég aldrei komið hingað inn. Þannig að þú veist ég ekkert að fara að loka fyrirfram en auðvitað þetta eitthvað sem þarf bara skoða nánar. En mér finnst líka kannski, þú veist, þurfa aðeins að passa okkur í umræðinni að þú veist það eru þetta allir með sitt hlutverk og sín störf þannig að þú veist það kannski hljómar auðvelt að segja bara já, bara reka þess og þessa en þú veist hvaða afleiðingar getur það haft í för með sér en auðvitað bara að vera opin fyrir öllum. Já. Einar, þú varst komin alveg þarna
að þú vildir fækka fólki meina, ertu þar ennþá? Já, ég heyrði á Hildur, hún sagði, ég verð ekki hrædd við að reka 1000 manns, hún er enga hugmynd hvað hún er að tala. Nei, ég kreisti það ég veit það, en þetta bara það sem að svona einhverju þeir sem hafa verið í minnihluta bara og aldrei setið við borðið segja til þess að fá vinsældir. Þegar ég var borgarstjóri, og þetta nú þreytt setning, þá fór ég leti gera mjög djúpar greiningar á stjórnskipulagi borgarinnar, rekstrinum alveg niður á gólf og úrvarð tillögur sem að hlutu ekki hljómgrunn hjá Samfylkingunni af því að þau byggðu upp þetta kerfi og vildi ekki ráðast í hagræðingar eða svona ekki endilega hagræðingar af því að þetta var stjórnkerfisbreytingar til þess að bæta þjónustuna en leið rekana með skilvirkara hætti. Þetta hefði kallað á uppsagnir og róttakar breytingar á því til dæmis hvernig við rekum miðstöðarnar, við vorum með hugmyndir það að fækka þeim. Og þú heldur að það sé ennþá hægt? Já, ég meina algjörlega. Þetta er í nærumhverfi fólks. Já, en betur, ég ætla ekki að fara á dýftin ofan í þessar tillögur en þarna voru umtalsverðar svona uppskurður á kerfinu, mjög róttækar breytingar sem hefur bætt þjónustuna og skilað okkur svona 1,5–2 milljörðum í betri rekstur en það kom bara í ljós hvaða flokkar eru ekki til í breytingar á kerfinu og segja bara að þjónustan í lagi. Segja að hún sé ekki til í breytingar. Nei, hún var ekki við borðið þá. Þetta var í gamla meirihlutanum. Þannig að og þetta er nú meðal annars einu ástæðan fyrir því að við töldum að við kæmumst ekki lengra með þessum flokkum í samstarfi vegna þess að sama hvað við söttum á borðið, þá sögðu þau bara nei og Heiða Hilmisdóttir sem er núna í öðru sæti hjá Samfylkingunni hún mun ekki hleypa Pétur í neina svona breytingar. En ég ætla að segja eitt, við erum núna í 5 flokka samstarfi hjá Reykjavíkurborg sem er algjör nýlenda og svona samstarf maður þarf að taka ábyrgð og tala sér niður og niðurstöðu, þannig það auðvitað er ég ekki að fá þessa sósíalíska útópíu strax á fyrsta árinu í þessu meirihluta útrúsi, en það líka ábyrgð að tala sér niður og niðurstöðu, maður með hugmynd og kannski samstarfsaðilinn ekki til í hana, þá þarf maður að hugsa, getum við hist á miðri leið þannig að verði íbúum sem best en ekki bara eitthvað ég hættu. Það var engar stórar ákvarðanir verið teknar í þessum meirihluta. Nú erum við að horfa einhvern veginn fram á að þetta skiptist í ekki varðandi stjórnskipulag borgarinnar og ég er bara að minna á það á milli áranna 2021 til 2022 þá áður en að þessi meirihluti sem að ég myndaði eftir síðustu kosningar tók við, þá var 7,9% fjölgun starfsmanna á milli ára. 7,9% og þegar ég skilaði að mér mínu ári þá var fjölgun 0,3 en samt voru við að fjölga starfsfólki í opna nýja búsetukjarna fyrir fatlað fólk, við vorum að opna nýja leikskóla, taka á móti fleiri börnum í skólanum og þú veist, það er eitt sem að mér langar að spyrja ykkur það er talað um að verði svona blokkir og það eru byrjaðar að myndast og þið mögulega vinnið með Samfylkingu í þeirri von að þessi flokkar haldi áfram, hverju svo sem fylgja með og þú ert náttúrulega partur af vinstinu, en ég veit nú reyndar ekki hvað flokki þú ert í sósíalistaflokknum. Sko, ég hef ekki skráð mig úr sósíalistaflokknum að því mér finnst það ekki, ég þetta bara hlusta á mitt hjarta en ekki hvað einhverju óánægðir í stjórn segja um mig og hvað ég gera og hvað ég ekki gera. Þannig að þú ert í óþökk þeirra sem stýra. Já, ég meina, ég læt ekki frekar kalla að stýra mér, segja það nú bara. Okay. Stærsti árangur sönn á þessu kjörtímabili var að leggja niður Vinstri græn og Líf komin í annað sæti hjá þér og bara þetta það er mjög gott að Vinstri skal vinna saman stærsti andstæðingurinn á Vinstri vagnum en einhvern veginn hefur það tilfinningunni Vinstri vinnu saman og mögulega nær Samfylkinguna einhverju leyti er ekki að ljóst að þú ert tilbúin að starfa með Sjálfstæðisflokki eins og þú varst byrjaður að svona teikna upp Sjálfstæðisflokki og Viðreisn er ekki mjög líklegur í samtal við þau að sjálfsögðu. En áttu vona á að sú umræða hefist eitthvað fyrir kosningar? Ég bara vona það að kjósendur fái skýr skilaboð frá þessum flokkum sem að bjóða sér fram hvað þeir eiga við þegar þeir tala um breytingar. Það kom í ljós að þessi flokkar, Samfylking og Píratar voru ekki til í neinar breytingar og þannig að þú ert að teikna upp með miðflokki mögulega Viðreisn, mögulega sjálfstæði líklega sjálfstæðisflokki þú hallast þangað. Já, algjörlega og ég ætla ekki að fela það ég meina, við vorum ekki að sprengja meirihlutann með Samfylkingunni til þess að hoppa upp í fangið til þeirra eftir þessar kosningar það bara kemur ekki til greina það er bara full reynt. Það er mjög afgerandi.
Sko breytingar, við erum búin að setja í næsti milljarð í félagsbústað síðustu 12 mánuðum. Við erum búin að ákveða að fara að breytta nálgun í uppbyggingu á nýju svæði með innviðafélagi. Við erum búin að ákveða að afnema gjaldtöku af börnum í strætó, þannig að börn sé ekki að greiða fyrir strætó. Við erum búin að taka breytingar í leikskólamálum, við erum búin að samþykkja það. Þú veist, allt þetta við viljum ekki sko taka ákvörðun og breytingar, við erum búin að gera svo mikið að ég er bara löngu orðin vansvefta sko. Eitt sem ég ætla að biðja ykkur, látið ekki ESB umræðan og trufla ykkur, við þurfum einmitt að heyra bara hvernig við ætlum að greiða úr öllum þessum málum. Frábært að vera með ykkur. Takk, sömuleiðis, takk fyrir komuna. Takk fyrir.